Ok, við ætlum að spjalla þessum ákveður fyrir n sinum n fylki. Í fyrsta lagi þá hefur við verið með 2×2 fylki. Við skulum kalla þetta fylki A og stökin í því kallum við A, B, C og D. Þá ákveða þessa fylkis táknuð DET-a, eða þetta stendur fyrir determinant á ensku sem enska nafni fyrir ákveður, eða með svona beinum línum kring stökin. Og ákveðan fyrir þetta 2×2 fylki A sinum D mínus B sinum C. Markvöldum svona í krossdrögum frá það sem í seinni frástinni. Ok, þetta 2×2 fylki, skulum skoða næst 3×3 fylki. Nú erum við komið hérna 3×3 fylki og ég er búin að skýra stökin A1, fyrsta lína, fyrsti dálkur, A1, fyrsta lína, annar dálkur og svo framvegis. Og þetta táknum við líka með DT af A, eða svona beina línur í kring. Og við reiknum þetta út svona. Maður segir, segjum við ætlum að fara eftir fyrstu línu. Þá segir við stakið A1 sinnum ákveðna því sem eftir. Því ég er búin að strika út allt sem í línu og dálki með A1. Þetta myndi þá gefa mér ákveðina A2, A2, og A3, A3. Ok. Nú, við tökum næst stak A2 og við segjum mínus A2. Það var 1 þannig hjá mér. Sinnum ákveðan af því sem eftir því ég er búin að strika út allt sem í línu og dálki með A2. Þar eftir A2, A2, A3 og A3. Plús, það ég með þetta hérna stak. Og strika þá út það sem línu og dálki með því. Það A1 sinnum ákveðan af A2, A2, A3 og A3, sér svona. Þetta sem sagt 3×2 ákveður og við getum reiknað út þessu. Fáum A1 sinnum, þessi mínus þessi. Mínus og A1 sinnum þessi ákveð, þessi sinnum þessi, mínus þessi sinnum þessi og svo framvegis. Sér svona. Ok, skulum pröfa að sjá eitt stutt dæmi. Við ætlum að reikna þessa hérna ákveðu og við gerum svo við sáum eftir fyrstu línu, segjum 2 sinnum ákveðan af pluss 1. Skulum skrifa hjá okkur bara hvernig þetta Nú stróklar eitthvað stríða mér aðeins. Strykum út þetta hérna. Fara eftir 1, 0, mínus 1, 1. Mínus 0 sinnum ákveðan, þar sem stryk út þetta hér. Mínus 1, mínus 2, 0 og 1. Það er aðeins að skakkan stað, lögum það. Hér hefur þetta rétt. Og svo plús þetta hérna stak. 1 sinnum ákveðan af því sem eftir ég búin að strika út allt í línu og dálki með ásunum hana. Þannig að mínus 1, 1, mínus 2, mínus 1 og svo reiknum við út í hverju ákveðu fyrir sig og leggjum saman. Og niðurstaðan okkar verður 5 og við getum skoða hvernig maður skilgreinir þetta í MATLAB, maður reiknar þetta út, skilgreinir fylki sitt, það hér og svo skrifa maður DET af A og fær niðurstöðuna 5. Ok, pröfum nú að sjá hvað við gerum í stærri fylki. Og áður en við förum í stærri fylkin, þá ætla ég að skoða eins og sem við gerum áður hérna við 3×3 fylki. Við brutum 3×3 fylki niður í minni ákveður. Og hérna þegar ég fekk þessa hérna ákveðu, þá var ég að strika út allt sem var í línu með línu og dálki með A1, sem sagt línu 1 og dálki 1. Þannig að kalla þetta fylki hérna, eða þessa ákveðu, ákveðun af stóra A1, sem sagt má strika út línu 1 og línu dálki 1. Og hérna þessa ákveðu ætla að kalla þá ákveðun af stóra A1 og ákveðuna hérna af stóra A1, sem sagt A1 er fylkið sem er búin að strika út línu 1 og dálk 3. Og með þennan rithátt þá ætla ég að skilgreinda fyrir stærri fylki. Þannig að fyrir n sem n fylki A, þar sem n er stærri en 2, eða jafnt og 2, þá hefur ákveðan fyrir A, hún er A1 sinnum ákveðan af fylkinu A1 mínus A1 pluss, sinnum ákveðan af A1 fylki.
og svo framvegis, alveg upp í síðasta staki okkar er mínus 1 í veldinu 1 pluss n sinnum a1n sinnum ákveðna fylkinu a1n. Ok, hérna erum við að hugsa þetta eins og við sem að vinna út frá fyrstu línu og sjáu þið þessa summu, hérna getum við skrifað upp sem summu og þennan hátt, látum j fara frá 1 og upp í n, þá er þetta mínus 1 í veldinu 1 pluss j sinnum a1j sinnum ákveðan af stóra a-fylkið, sem sagt a1j. Nú, það kemur í ljós að það er engin ástæða til að halda sig nauðsynlega við fyrstu línuna. Við getum allt eins farið eftir línu nummer 2. Skulum sjá aðeins. Ef við færum í staðin eftir línu nummer 2, þá myndi formúlan breytast á eftirfarandi hátt. Ég væri að fara eftir línu 2 hér og þá þurfti að strika út það sem var í línu 2 hér og þessi tala hérna yrði 2. Nú, þetta getur auðvitað líka verið lína nummer 3 eða 4 eða 5, en auðvitað ekki auðvitað, það kemur í ljós að það gefur það sama. Og það sem meira er að í staðin fyrir að fara eftir, hérna erum við alltaf að telja okkur í gegnum línuna, jóð er að stækka, í hvaða dálk erum við hérna. Við gætum alltaf eins talið okkur í gegnum einn dálk í staðin fyrir hérna línu. Þá myndi formúlan líta í staðin út svona. Sem sagt, ég er í línunum með jóð alltaf, línan er að breytast fyrir geði og dálkurinn er alltaf nummer 2. Þannig hérna er að fara eftir dálk nummer 2. Best að sjá þetta í praxis bara með að við gerum dæmi. Aðtöðu hérna er með mínus 1 í einhverju veldi. Það sem við getum gert til að muna hvert formerkja á að vera, við hugsa að formerkja fylkið mitt er þessa staka, við ferum til þessu staki er alltaf í pluss. Svo kemur mínus, pluss, mínus, pluss og svo framvegis. Og niður eftir hérna mínus, pluss og svo framvegis og svo framvegis. Ef ég byrja í pluss hérna í þriðlínu þá er það mínus, pluss og svo framvegis hérna eftir. Sjáum aðeins hvernig þetta virkar í praxis. Ok, ég ætla að reikna ákveðna fyrir fylkið A hérna. Ég ætla að skrifa upp hérna formerkja fylkið mitt. Með pluss og ok, við getum fyllt út í þetta svo sem. En það sem ég ætla að gera, ég ætla að fara eftir vinna mig hérna eftir 4. línu til að pröfa það. Þannig að þetta hér eru formerkin mín. Ok, ég segi ákveðan fyrir A er aftur mínus 0 sinnum, já, einhver ákveða. Pluss 4, pluss er hérna, 4 er hérna og svo strika ég út þetta hér og þá er eftir ákveðan 1, 2, 3, 5, 4, 0, 0, mínus 1, 7. Okay. Þá er ég komin í mínus 2 hérna og varst með dutti vart út hana, komin inn aftur. Ég er með mínus þessi aftur afsækju. Nú er þetta að fara að virka. Við erum komið með mínus þessi pluss þessi mínus þessi, sem sagt mínus 2 sinnum ákveðan, strikum út línudálk þarna, þannig að ég fæ 1, 2, 3 mínus 2, 0 og 1, 0, mínus 1 og 7 og svo pluss 0 sinnum ákveðan af einhverju sem það gefur okkur 0. Þannig að þetta eru 2, 3 og 3 ákveður sem ég þarf að reikna út og við ætlum að reikna út úr þeim. Ég byrja hérna á fyrstu, þannig að ég byrja aftur á 4 sinnum og segjum ég vinnum bara eftir fyrstu línunni hérna. Það er pluss 1 sinnum ákveðan strika út, þá er þetta 4, mínus 1, 0 og 7. Mínus 5 sinnum ákveðan 2, 3, mínus 1 og 7 pluss 0 sinnum ákveða sem skiptir ekki mál hver er. Ok, pluss 4 sinnum, pluss 2 sinnum, nú erum við komin hingað og ég ætla að vinna mig eftir, já, segjum dálki nummer 3. Munum pluss, mínus, pluss, mínus, pluss, mínus, pluss, mínus, pluss, svona. Þannig með 0 sinnum eitthvað. Mínus, við pluss hérna, mínus 1, sinnum ákveðan 1, mínus 2, 3 og 1. Svona.
plús, við erum hér 7, sem ákveðan strekum út þetta hér, fáum þennan inn aftur. Þá er þetta 1 mínus 2, 2 og 0, sem svona. Og svo reikna ég út úr þessu og fæ svo mikið sem það verður svo mikið sem mínus 158 þegar við búin að reikna út úr öllum ákveðanum. Ok, pröfum eitt aðeins í viðbót. Ok, við erum komið hérna 5 sem 5 fylgi, lítur kannski svolítið stórt út til að byrja með, en þetta er sem betur fyrir mikið af núlum þannig að margir liðir sem detta út. Ég ætla að fara eftir dálki nr. 1. Það er alveg augljóst val að taka dálki nr. 1 hér, þannig að það er svo mikið af núlum. Lína nr. 5 myndi líka vera mjög fín hérna. En byrjum hérna á dálki nr. 1. Þá segi ég fæ 3 sinnum ákveðan af því sem er eftir, ég er búin að strika allt í línu með 3. Þannig að 2 mínus 5, 7, 3, 0, 1, 5, 0, 0, 2, 4, mínus 1, 0, 0, mínus 2, 0. Og svo pluss 0, mínus 0, pluss 0, mínus 0, pluss 0 sinnum eitthvað. Þannig að fáum bara hérna pluss 0 og við getum farið að vinna í þessari hérna stóra ákveðu, 4 sem 4 ákveðu. Og nú ætla ég að vinna eftir dálki nr. 1 aftur, út af þessum 3 núlum. Þannig að ég fæ 3 sinnum 2 sinnum ákveðan, 1, 5, 0, 2, 4, mínus 1, 0, mínus 2, 0. Og þá er það 3 ákveða, ég vinn eftir dálki nr. 3. Og við skulum passa formerkin með pluss, mínus, pluss, pluss, mínus, gefur eitthvað hérna. 3 sinnum 2 sinnum mínus 2 sinnum ákveðan. 1, 2, 0, mínus 1. Við sjáum þetta verður 3 sinnum 2 sinnum mínus 2 sinnum mínus 1 pluss 0. Þannig að allt í allt verður þetta pluss 12. Og þetta er ákveðin. Já, reynda að gera þau eina formerkjavilli hérna. Segjum hérna formerkin í þessu fylki eru pluss, mínus, pluss, mínus, pluss. Þannig að þetta hér stakka átt að vera í mínus. Þannig að þessi verður pluss hérna. Og miðurstaðan verður mínus 12. Sér svona. Ok, það er að muna að hafa formerkin rétt hérna. Ok, nú komum við að gagnlegri setningu. Sjáu þetta hérna fylki sem við byrjum með í byrjun hérna. Það er nánast þríðningsfylki. Setjum þennan inn aftur. Það er nánast þríðningsfylki. Þríðningsfylki það er fylki sem er með, þá erum við með 0 undir hornalínunni hérna. Við erum ekki alveg með 0 undir hornalínunni, við erum með 2 hérna á mínus 2, en það er nálægt því. Ef við værum alveg með 0 undir hornalínunni, þá kemur í ljós að ákveðan er bara margfeldi af hornalínustökum. Skulum skrifa þessa setningu upp, mikilvæg setning. Ef A er þríðningsfylki, á ensku heitir það triangular matrix, þá er ákveðan af A margfeldi hornalínustaka. Við sjáum dæmi. Hér höfum við afskaplega fínt 4 sinnum 4 þríðningsfylki. Það er 0 hérna fyrir neðan hornalínuna. Og ákveðan af A er þá 3 sinnum mínus 1 sinnum 2 sinnum 1 sinnum mínus 6. Fljótt reiknað. Ok, í næsta myndbandi ætlum við að skoða alls konar eiginleika ákveðnana sem að hjálpa okkur að finna ákveður fyrir svona stór fylki á þess að þurfa að gera alltaf marga útreikninga, alltaf marga aðgerðir.